Fyrirtæki heitir Sæbýli og fyrirtæki hefur verið að þróa tækni til þess að eldistækni fyrir botnlæg sjávardyr, aðallega fyrir sæbjúgu og sæeyru. Hugmyndin að fyrirtækinu kom þannig fram að hér áður fyrir voru gerðar tilraunir með eldi á sæeyrum og voru gerðar í nokkuð mörg ár. Við höfðum svo félagarnir samband við Tengslanet sem er tengt út í Japan og þar kom í ljós að mögulega væri sú framleiðslutækni sem var hönnuð hérna á árum áður gæti hentað fyrir sæbjúgu. Og sæbjúgur eru mjög dýrar afurðir seldar í Kína. Aftur á móti þegar við fórum að skoða markaðinn og framleiðslu aðferðir á þessum tegundum, annars vegar veiðar og svo hins vegar eldisaðferðir, þá kom í ljós að þetta er mjög frumstæð framleiðsluaðferð og þetta vakti hjá okkur mikinn áhuga og við héldum þess áfram með þessa tækni, það er að segja Sustain Cycle eldisaðferðina og höfum núna þróað eldisaðferðir sem að geta bætt við sig japanskum sæbjúgum eða eldisaðferðafræði fyrir japansk sæbjúgu. Framleiðsla á sæbjúgum í dag er mjög kostnaðarsöm af því að í Kína eru notaðar stórar kjarnir við að framleiða sæbjúgu og þetta hefur í för með sér gífurlega mikinn kostnað. Mikið landsvæði fyrir undir framleiðsluna og þess vegna er mjög kostnaðarsamt að koma upp eldi á sæbjúgum. Og á hinn bóginn eru veiðar á sæbjúgum, náttúrulega veiðar að ganga mjög tilbaka og það hefur dregið mjög úr veiðunum. Það þýðir það að verð á þessum afurðum hefur hækkað gífurlega mikið í Kína þar sem eftirspurn er að aukast. Markhópurinn fyrir afurðir sæbýlis eru fyrst og fremst neytendamarkaðurinn í Kína. Það er mjög stór neytendamarkaður fyrir sæbjúgu, þetta er þekkt matvara í Kína, þetta er líka vara sem fer inn á heilsumarkaðinn í Kína og dýrari tegundir sæbjúgna fer inn á svokallaðan gjafamarkað. Þannig að til þess að komast inn á þennan markað þarf framleiðslu afurðirnar að vera samkvæmt vissum stöðlum og við teljum að okkar framleiðslutækni geti tryggt að gæðin séu í samræmi við þarfir Kínamarkaðar. Við erum hátæknifyrirtæki með eldisaðferðir sem að byggja á miklum rannsóknum og við teljum líka að markhópur okkar í framtíðinni geti verið framleiðendur á sæbjúgum og við viljum þess vegna líka skoða breytingar á tækninni og flytja þá tæknina út til framleiðenda. Án stuðnings Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands væri Sæbýli ehf. Ekki til. Það er augljóst að allt sem við leggjum í fyrirtæki, bæði tíma og fjármagn, það fer allt í grunnrannsóknir og þróun. Tekjur hafa ekki ennþá myndast, þannig að án Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands væri þetta fyrirtæki einfaldlega ekki til. Við höfum þetta fengið aðgang að styrkjum og svo stuðning við að ná okkur í styrki og við höfum aðgang hér að fagfólki í markaðssetningu, netverki, tengslanetti, aðstöðu og annað sem að gera það verkum að við erum til sem fyrirtæki og getum haldið áfram að þróa okkar tækni. Mér finnst stuðningur við frumkvöðla á Íslandi að vera dálítið tvískiptur, annars vegar er mikill áhugi á stuðningi við frumkvöðla, það er mikill velvilji á Íslandi bæði hjá stjórnvöldum og svo í geiranum. Aftur á móti nýsköpun er tiltölulega nýtt fag. Við sjáum það til þess að útflutningstölum að sjávarútvegur og álframleiðsla og ferðaiðnaður er langstærstur þáttur útflutnings á Íslandi. Þannig að það er talsvert að tækifærum á Íslandi til þess að ná löndum sem við berum okkur saman við, meðal annars í OECD-löndunum. Ég held að það sé mikill skilningur í kerfinu fyrir stuðningi við frumkvöðla og nýsköpun. En það er augljóst að það þarf að fá meira fjármagn inn í geirann og áherslur þurfa að koma meira frá stjórnvöldum á þennan nýja iðnað. En við sjáum í dag að grunniðnaðurinn er ennþá mjög mikið styrktur af stjórnvöldum. Það er að segja sjávarútvegur, landbúnaður og grunnatvinnuvegirnir. Og mér persónulega finnst að frumkvöðlastarfsemi eigi að vera gerð meira undir höfði heldur en þessum grunnatvinnuvegum. Ég sé þetta meira eins og
að frumkvöðlastarf og nýsköpun sé eins og yngri flokkar í fótbolta. Þarna þarf að koma til stuðningur stjórnvalda, en þegar iðnaður eða fyrirtæki ná vexti þá þarf stuðningur að ganga tilbaka. Þetta hefur ekki alveg gerst á Íslandi og þarna gætum við séð breytingar til góðs. Framtíðarsýn fyrirtækisins annars vegar að verða leiðandi fyrirtæki í framleiðslu á sæbjúgum og sæeyrum. Við sjáum að framleiðslutæknin okkar, hún gerir það að verkum að við getum lækkað framleiðslukostnað mjög mikið. Fjárfestingarkostnaður og fjárbindning mun lægri í okkar framleiðslutækni, sem og að rekstraröryggi og öll umgjörð framleiðslunnar mun öruggari og það minni áhætta í þessari framleiðslu heldur en í veiðum annars vegar og tjarnareldinu kínverska hins vegar. Þannig að við viljum Hamslækjarvöll sem einn af aðal frambjóðendum sæbjúgna á kínverska markaðnum. Til að byrja með viljum við vera á Íslandi með framleiðslueiningu. Við erum svo líka að skoða samstarf við japanska aðila í Hokkaido, þar sem við viljum líka koma upp framleiðslueiningu, og svo í lengri framtíð viljum við útfæra tæknin okkar til þess að framleiða aðrar tegundir í eldiskerfin okkar. Við getum tekið tegundir á sæeyrum fyrir sushi, við getum tekið tegundir eins og í Frakklandi fyrir rauð sæeyru sem stór markaður fyrir. Þar getum við sett upp þessa framleiðslutækni bæði í Frakklandi, í Kanada, á vesturströnd Bandaríkjanna og svo í Kína, þar sem að mikil þörf á sjávarfangi. Tæknin gerir það að verkum að við getum lokaliserað eða fært tæknina yfir til annarra landa og þess vegna bæði stækkað annars vegar með framleiðslunni á Íslandi og svo hins vegar að lokalisera eða framleiða fyrir lokalmarkaði á staðnum.